Hér á skrifstofu Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum var að ljúka fundi bæjarfulltrúa og fulltrúa sveitarfélagana á Suðurnesjum. Hérna voru einnig þingmenn og málefni var að sjálfsögðu gjaldþrot WOW og afleiðingar þess. Við hittum nokkra aðila eftir fundin og heyrðum í þeim hljóðið. Ja, Magnús, hvað getur þú sagt okkur frá þessum fundi ykkar? Eitthvað niðurstaða? Þessi fundur var nú fyrst og fremst settur upp svona til að miðla upplýsingum og fara svona yfir stöðuna eins og menn sjá hana núna. Við náttúrulega okkur vantar mikið af upplýsingum ennþá til að átta okkur betur á stöðunni. Og það náttúrulega bara réttur með 2 sólarhringa síðan að þetta skall allt á. En þessi fundur var fyrst og fremst svona til skrafs og ráðagerðar sem maður segir. Er vitað hvað margir íbúar á Suðurnesjum missa vinnuna í kjölfar gjaldþrots WOW? Nei, við vitum það ekki. En það eru líka uppsagnir ennþá að koma fram, þannig að við höfum ekki þessar upplýsingar, en það er verið að vinna í því að taka það saman. Kjartan Már, bæjarstjóri Reykjanesbæ, þetta er náttúrulega ekki góða fréttir. Nei, þetta er náttúrulega bara mjög slæmt fyrir okkur, en vonum að þetta hafi til skamms tíma, eða þessi áhrif verði til skamms tíma og síðan náum við vopnum okkar á ný til framtíðar litið. Hvernig metur þetta svona já, svona, það er erfitt kannski að sjá nákvæmlega stöðuna núna, en þú segir að þetta sé ekki mikið högg, en verða eitthvað aðgerði til dæmis svona sem þið getið farið í sem bæjarfélag? Sko, til skamstíma er þetta mikið högg. Ég ætla ekki að gera lítið úr því, en ég held að framtíð flugsins og ferðaþjónustunnar á Íslandi sé áfram björt og við eigum bara að horfa til þess og halda áfram uppbyggingu og halda áfram að byggja upp og stækka Flugstöð Leifs Eiríkssonar sem er uppsöfnuð þörf til dagsins í dag og síðan á eftir að stækka hana þá til framtíðarlitið. Við þurfum að halda áfram þessum verkefnum. Hvað sveitarfélögin varðar sérstakar ráðstafanir? Nei, ekkert endilega akkurat núna á meðan við vitum ekki nákvæmlega umfangið, en við fylgjumst mjög vel með og það kom vel fram hér á fundurum í dag að við þurfum að passa vel til dæmis börn þessa fólk sem er að missa vinnu, að þau líði ekki fyrir þá stöðu sem að kann að vera uppi á heimilum þeirra. Þannig að við munum svona setja fókus á það, held ég. Og kannski ná til þeirra kannski gegnum skólana eða er eitthvað slíkar hugmyndir í gangi? Já, það er alls konar hugmyndir í gangi, en það er ekkert enga svona beinar tillögur, en það er akkurat það sem við erum að fara yfir núna. Magnús, nú þetta er í sveitarfélaginu ykkar, þetta stóra hús, Flugstöðin, þannig að þið tengist þessu náttúrulega? Já, ég meina starfsfólki sem vinnur og hefur unnið, það náttúrulega tengist öllum sveitarfélagunum og víðar, þannig að þó svo byggingarnar séu staðsettar í okkar sveitarfélagi, þá vitum við hvernig það er, sko. Þannig að þetta snertur okkur öll, sérstaklega auðvitað út af fólkinu, sko, sem við þurfum að huga sérstaklega að. Einhver sérstök viðbrögð sem hafa verið hjá í ykkar sveitarfélagi Suðurnesjabæ, Garð- og Sandgerði? Já, við strax á 5. daginn ræddum saman stjórnendur sveitarfélagsins og settum okkur í svona stellingar eða fórum að huga því hvað við þyrftum hugsanlega að gera og hvað viðbrögð þurfti að verða, og þar lögðum við meðal annars áherslu á það sem eins og Kjartan nefndi með börnin og skólana og félagsþjónustan. Þetta er svona fyrsta og þannig að við settum það að stað strax bara nokkrum klukkustundum eftir að fréttir bárust. Það er engin spurningar, þetta er áfall þó að menn horfi bjartsýni fram á veginn til lengri tíma. Já, ég meina, auðvitað er þetta, eins og maður segir, högg, en við erum sammála það svona til skemmri tíma, jú, en vonandi rætist nú úr því bara fljótlega, þannig að og tækifæri eru til staðar og það verður fróðlegt að sjá hvernig hluti þróast bara á næstu vikum, mánuðum og svo framvegis, þannig að það er engin heimsendir þó að höggið sé vissulega þungt eins og er. Og þið vitið ekki hvað margir íbúar ykkar eru að missa vinnuna? Nei, við vitum það ekki. Kjartan, eru þið að fara að hittast núna í bæjarráði Reykjanesbæjar og funda hvað frekar þetta? Já, bara óformlega, fara svona yfir málið bara hjá okkur, af því að það er margt framöndan svo, bæjarráð fundar ekki fyrir á 5. dag, það er margt framöndan hjá bæjarfulltrúum og öðrum núna strax á mánudag 3. dag, þannig að það er ágætt að nota helgina í það, enda málið brýnt og við ætlum að gera það. Reykjanesbær er búin að vera í gríðarlegri, hvað getum við sagt, varnarbaráttu, reyna að sækja fram á veginn mjög varlega, þannig að þetta eru náttúrulega mjög slæm tíðindi inn í það. Já, þetta truflar, það verður náttúrulega tekjumissir fyrir sveitarfélagið, en við höfum nú
lent í ýmsu og náð að laga okkar rekstur að breyttum aðstæðum og við förum bara mjög vel yfir það mál. Oddný Harðardóttir, þingkona, hvernig leggst þetta í þér svona þetta ástand? Sko það auðvitað augljóst mál að þetta verður högg til skamms tíma í það minnsta og það mun reyna á sveitarfélögin og ríkið líka í að grípa fólkið sem að missi vinnuna og fjölskyldu þeirra. Það þarf að líta á efnahagslegu hliðina því að fólk lendir auðvitað í fjárhagsvanda en það líka að horfa á félagslegu hliðina því að það að missa vinnuna auðvitað áfall og það þarf að styðja við fólkið og börnin þeirra sérstaklega og það reynir á sveitarfélögin en það reynir líka á ríkið að standa velferðarvaktina hér á Suðurnesjum, efla heilbrigðisstofnunina, löggæsluna, skólana, símenntunina og tryggja það að allir vinni saman að því að gera höggið sem minnst en við auðvitað verðum við að vera raunsæ, þetta að gerast en við erum bjartsýn líka að þetta taki ekki langan tíma. Hvernig var tónninn á fundunum sem að þið sátu hérna? Hann var bara fínn og við erum bara að reyna öll að gera okkur grein fyrir hvað þetta þýðir. Við vitum að það verða minni tekjur, útvarpstekjur til dæmis til sveitarfélagana en meiri kostnaður í félagsþjónustunni á móti væntanlega. En það er erfitt að kortleggja stöðuna akkurat núna, við þurfum að láta ríkið setjast og menn vilja vinna allir saman til þess að þetta geti orðið sem minnst högg fyrir fjölskyldunar á Suðurnesjum. Það kemur náttúrulega að málefnum sem að tengjast framlögum til ríkisstofnana á Suðurnesjum náttúrulega, ríkið þarf kannski að herða sig. Algjörlega. Og auðvitað verða ríkistekjurnar líka eitthvað minni en það er bara skylda ríkisvaldsins að horfa til Suðurnesja og ég treysti því að muni gera það og draga ekki lappirnar, heldur frekar að spýta í, bæði varðandi atvinnutækifæri hér og uppbyggingu en einnig það sem að snýra af þjónustu við fólki sem að þarf á þjónustu ríkisins að halda. En það náttúrulega talað að þetta sé högg en framtíðin sé enga síður mjög björt svona fyrir svæðið hérna og ferðaþjónustuna í heild. Já og það auðvitað tækifæri fyrir stjórnvöld núna sem hafa svolítið leyft ferðaþjónustuna bara að stækka frjálst og egginu öll í sömu körfunni og svo má segja. Það er tækifæri núna til þess að taka stöðuna og setja upp atvinnustefnu bæði fyrir ferðaþjónustuna en jafnframt fyrir aðra greinar. Og við eigum auðvitað að læra af þessu og við lendum of oft í því að setja öll eggin í sömu körfuna og missa hana og þau brotna öll í einu. Og við þurfum að læra af þessu og nýta þá tækifærin til þess að búa til góða stefnu sem heldur til framtíðar. Það þarf vissulega að huga að fjölbreyttari atvinnustarfsemi á Suðurnesjum. Þetta er náttúrulega mjög mikið háð ferðaþjónustunni Suðurnesjum. Já, og við þurfum að reyna að finna leiðir. Þess vegna vonast ég til þess að atvinnuvegaráðuneytin horfi hingað með stuðning við nýsköpun og sprota og við eins og ég segi, nýtum þá niðursveifluna til þess að koma okkur upp úr henni á góðan máta. Hvað með stóriðju í Helguvík? Það er verið að tala að það væri þá önnur atvinnustarfsemi. Hvað finnst þér hana? Ég held bara að við séum á þeim stað í baráttunni við hlýnun jarðar að við ættum að horfa til annarra verkefna heldur en slíkra. Ásmundur Friðriksson, þingmaður, þetta voru ekki góða fréttir sem voru að koma í vikunni? Nei, það er rosalega. Maður fekk bara algjört áfall. Ég var nú bara í beinni útsendingu á Bylgjunni þegar ég heyrði þetta og vorum einmitt að ræða þetta vandamál. Og ég held að þessi fundur sem við Silja vorum hér á með forsvarsmönnum sveitarfélagana og þingmönnum að hann hafi bara verið mjög góður. Það er auðvitað bráða vandi núna sem við þurfum að fara yfir en við bara erum að segja að það er auðvitað bara bjart yfir í framtíðinni og við þurfum að komast í gegnum þennan skap núna og sumarið framundan það lofar bara ágætu samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum þannig að það kannski gefa okkur svona aðeins aukið svigrúm en við ætlum bara að vinna þetta saman og taka sameiginleg skref og öll í sömu átt og það er svona það sem þessi fundur skilur eftir sig að við erum að vinna þetta saman.
Silja, þið eru komin með eitthvað að fréttum uppsagnir og við vorum til dæmis að hafa samband við stærstu aðalana í flugstöðinni á Vestlunarsiðinni, bæði Fríhöfnin og LaGuardia og þau eru ekki að segja upp mörgum eða þess að 10 og 6 eru samtals með 500 manns í vinnu, þannig að þetta er ekki allt alveg kolsvart, alls ekki. Nei, það var akkurat það sem kom fram á fundinum líka. Við þurfum að aðeins svona kannski afla frekar upplýsinga. Þetta eru bara 2 sólarhringar, þannig að við erum með mjög takmarkar upplýsingar enn sem komið er og við sem að svona erum núna að stilla saman strengi okkar forsvarsmenn sveitarfélaganna og þingmenn svæðisins að við teljum bara mjög mikilvægt að horfa eins og Ásmundur segir björtum og fram á við átta okkur á hvar við stöndum og vinna út frá stöðinni en sumarið er þokkalega bjart en enga síður það verður við fulltrúar ríkisvaldsins að stíga núna mjög ákveðið fram og taka utan þennan hóp fólks sem er að missa vinnuna og við náttúrulega getum ekki svarað því hér í dag hvenær þetta fólk fær aftur í vinnu en vonandi bara mjög fljótlega. Á hvað hátt er hægt að taka utan þetta fólk? Hvernig er hægt að aðstoða það? Til dæmis horfum við til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja sem hefur verið fjársvelt árabil. Við sjáum til dæmis fyrir okkur að endurskoða fjármagn til stofnunarinnar þannig að hægt verða að ráða fleira fólk, til dæmis hjúkrunarfræðinga sem svo sannarlega vöntun á og margir hverjir sem hafa starfað í flugin undanfari sem hefðu hugsanlega áhuga á að koma þá tilbaka í sitt fag. Það er til dæmis eitt af því sem hægt var að horfa til sem og bara framkvæmda í Savia og fleiri framkvæmda á vegum ríkisins að slá ekki slöku við heldur bæta frekar í. Já, ég held að sé mikilvægt núna að við styrkjum innviðina hjá okkur. Við þurfum að styrkja Fjölbrautaskólann, Keili og eins og Silja minnast á heilbrigðisstofnunina, það er gríðarlega mikilvægt vegna þess að það mun eitthvað þessu fólki þurfa að leita þangað. Ef við erum nógu snögg að bregðast við þá minnkum við vandann. Þið hafi nú verið og Suðurnesjamenn allir að vera að berjast fyrir auknum framlögum. Það hefur ekki gengið nóg vel. Gæti þetta eitthvað hjálpað til í því, heldurðu? Ég hafði nú gert mér vonir að það myndi nú lagast. Við vorum að fá aukinn skilning á því sem við höfum verið að tala mjög lengi og það er rétt og eðlilegt að fólk hafi áhyggjur af því að stofnunin mun ekki ráða við það verkefni sem þessi aukna, ef að segja, umferð hana gæti þýtt. Við þurfum að tryggja það að geta ráðið fleiri lækna og eins og Silja segir fleiri hjúkrunarfræðinga og örugglega fleiri sérfræðinga, þannig að það er verkefni næstu daga hjá okkur að ýta nú rækilega til því og ég segi bara núna þurfa Suðurnesin að sjá það í verki að þegar að hallar undan fæti og það reynda bara snarbratt í augnablikinu að þá þarf ríkisvaldið að skoða það hvort ekki setja að flýta hér framkvæmdum og skoða hvers konar framkvæmdir það eru. Hér kom fram á fundinum að við þurfum auðvitað að greina hvað það eru margir konur og ekki kallar, þannig það er ekki alveg sama hvers konar störf við erum að tala en þetta er allt næstara daga verkefni og við ætlum að bara einhenda okkur í það saman. Sammála því, Silja? Algjörlega. Við þurfum bara númer 1, 2 og 3 er að standa saman, vinna vel saman sem einn maður og menn sé ekki að hefja sig til riddara og kostnað annarra í þessari stöðu. Þess að fólki líður mjög illa mörgu hverju í dag sem nýlega hefur mist vinnuna og óttast að jafnvel að missa vinnuna. Þannig að það er ekki á það bætandi að stjórnmálamenn tali óvarlega og tali svæði niður vegna þess að við horfum á þetta enn sem komið sem skammtíma vanda sem að við getum unnið okkur út úr.